Þú ert að hlusta á Innri huga íþróttarinnar með Emil Steinar. Og í dag ætla ég að tala um einelti. Ég hef verið lagður í einelti og veit hvernig er að verða lagður í einelti. Einelti er eitthvað sem fólk notar sem vopn gegn öðru fólki. Til dæmis, þeir geta sagt, ó, hvað þú ert feitur, ó, hvað þú ert ljótur, ó, þú munt aldrei eignast kærustu. Einelti er ekki það sem við eigum að nota gegn fólki. Einelti er slæmt fyrir fólk og getur líka verið andlegt og líkamlegt ofbeldi. Það fólk sem hafa lent í einelti vilja bara deyja og þá fremja þau sjálfsmorð, en það eru sumir sem verða þunglyndir og loka sig inni og vilja ekki tala um hvað er að, heldur halda það inni í sjálfum sér og leyna tilfinningar sínar, sem er náttúrulega ekki gott. Einelti er slæmur hlutur og þegar ég var lagður í einelti þá notaði ég aldrei það gegn öðru fólki. Ekki svona fólki sem lagði mig í einelti, því mér datt það ekki í hug. Einelti er bara slæmur hlutur og þið fólk sem eru að hlusta á þetta, ég mæli ekki með því að gera þetta. Til hvers að nota einelti gegn fólki? Þannig að ég var lagður í einelti 10 ár og ég framdi ekki sjálfsmorð, en ég hefði verið þunglyndur. Hvað er einelti? Hver er munur á einelti og stríði? Einelti er ofbeldi þar sem einn eða fleiri ráðast á einum og beita honum ofbeldi yfir lengri tíma. Rannsóknir á einelti hófust að einhverju ráði fyrir rúmlega 30 árum og hafa fjölmargir skilgreiningar á einelti komið fram síðar. Allar eiga þær sameiginlegt að skilgreina einelti sem ofbeldi sem einn eða fleiri beita einstaklingi yfir lengri tíma. En skilgreiningarnar eru misnákvæmar. Á Íslandi kom fram skilgreining á einelti árið 1996 sem hefur verið mikið notað allt til dagsins í dag. Og hljómar hún svona: einelti er að ræða þegar einhver er tekinn yfir og pyntur andlega eða líkamlega, aftur og aftur í lengri tíma af einum eða fleirum. Eftir því sem rannsóknir verða betri og nákvæmari hafa skilgreiningarnar orðið nákvæmari og afmarka hegðunina meira. Í dag er til að mynda talað um líkamlegt, andlegt og rafrænt einelti. Fólk, hvað er að ykkur? Einelti leysir ekki eins og vandamálin. Einelti er slæmur hlutur. Fólk, komið inn í hausinn á ykkur. Komið það. Í reglugerð aðgerði gegn einelti vinnustaða frá 2004 er einelti skilgreint á þennan hátt: afmælisverð og sígarettutekin ótilhlýðileg háttsemi, það er athöfn og hegðun sem er til þess fallin að niðurlægja, gera lítið úr, móðga, særa, mismuna eða ógna og valda vanlíðan hjá þeim sem hún beinist að. Kynferðisleg áreitni og annað andlegt eða líkamlegt ofbeldi fellur hérna undir. Hér er ekki átt við skoðunarágreining eða hagsmunaárekstur sem kann að rísa á vinnustað milli stjórnanda og starfsmann eða tveggja eða fleiri starfsmanna, enda leiði slíkur skoðunarágreining eða hagsmunaárekstur ekki til þeirra háttsemi sem lýst er hérna að framan. Þetta skilgreining er mjög ítarleg en samt örlítið of þröng. Í maí 2011 kom fram tillaga að nýrri skilgreiningu á einelti. Og hún hljómar svona:
Einelti endurtekin afmælingaverð hásett af hálfu eins og fleirum saman. Það hegðun, athöfn eða athafnaleysi sem til þess fallin að meiða, niðurlægja, gera lítið úr, móðga, særa, mismuna, ógna og valda vanlíku hjá þeim sem hún beinist að. Það á meðal annars við skilaboð eða aðra upplýsingar sem miðað í síma eða með rafrænum hætti. Hér þó almennt ekki átt við samskipti eða skoðanaskipti milli jafningja. Þetta skilgreining inniheldur bæði andlegt, líkamlegt og rafrænt einelti. Einnig tekur hún á þátttöku þeirra sem standa hjá og velja að grípa ekki inn í þegar vitneskja einelti berst. Rafrænt einelti frábrugðið öðru einelti að því leyti að til dæmis birtist einar myndar eða ummæli á netinu getur talið verið ein athöfn og þar á leiðandi fellur það ekki undir skilgreiningu einelti. En á móti kemur að í framtíðinni hægt að opna þessar netsíður og við það getur þolandinn átt von á endurtekningarniðurlægingu. Báðar skilgreiningarnar þessar ítrekar það að skoðanaskipti milli jafningja eða skoðunarágreiningar telst ekki til einelti, heldur þar hegðunin að vera meðvit og með vilja til að þess að meiða eða skaða þennan sem fyrir henni verður. Til þess að hegðunin getur talist einelti þurfa því einn eða fleiri gerendur að vera til staðar. Hegðunin verður að vera endurtekin og mikilvægur þáttur valda ójafnvægi. Það þolandinn verður að standa ójöfnum fæti gagnvart gerandanum. Stríðin aftur á móti athöfn eða hegðun sem ekki ætlað að meiða eða niðurlægja og ekki endurtekin heldur afmarkað tilfelli. Sá sem stríðið tekur ekki fyrir einn aðila heldur eiga það allir á hættu að lenda í honum. Ef einn og sami aðilinn lendir í sífelldu í stríðni sama eða sömu aðila það ekki stríðni lengur heldur einelti. Enda geti þolandinn ekki varist og ekki á jafningjagrundvelli í samskiptunum. Ekki þó allir á eitt sáttir þetta skilgreiningu og vilja meina að stríðin sé einug einelti. En núna ætla ég að tala mitt einelti. Mitt einelti var þannig að ég var einelti í 10 ár og það byrjaði bara svona saklaust eins og það var eitthvað sem sagði við mig: "Ó, svo feitur maður." En ég var ekki feitur, ég var hóraður og enn hóraður í dag, tek það fram. Það var úlpan, hún var úr dúnni og hún gerði mig þannig eins og ég leit út eins og ég var feitur. Þetta var fyrsta einelti sem ég lenti í og það var árið 2003. Og ég hef þurft að þola einelti í 10 ári eins og ég sagði. Það var traðkað mér, það var sparka, ég var haldið niður og ég var lamin. Mörgum sinnum, ég var trónið undir snjó og líka hendi með skó. Og ég fekk lána sími á systur minni, hann var bleikur og það skipti mér ekki máli, en það var einstaklingur í skólanum sem sagði að ég verið hommi að því að ég var með bleikan síma. Og ég var ekki alveg að skilja okkur ég hommi ef ég með bleikan síma, veist. Ég var fullt af vinnu sem með bleikan síma sko í dag. Og þá misti ég mælirinn. En þið fá að heyra það eftir að fyrst var úlpan, síðan var það ég var haldið nyrri og ég var lamin af jafnaldra mínum með mér í skóla og við nefnum hann ekkert á nafn
og kennarnir hlustu ekkert á mig. Kennarnir hlustu ekkert á mig og gera ekki neitt í því og skólinn gera ekki neitt fyrir mig og foreldrar mínir fyrir að berjast fyrir mér. Fyrir réttindi mín að láta þetta hætta, en það skeði ekki. Og hverjum degi þá grét ég. Já, ég var bara við það, ég grét að þegar ég vildi ekki vera í skólan. Ég vildi ekki vera í skólan út af jólaðar einhelti. Og mér liði illa því þetta var hverju einasta degi. Þetta var hverju einasta degi í 10 ár. Í 10 ár, gott fólk. Á hverju einasta degi. Og ég þurfti að þola þetta. Og sumur af þessu fólki var fólk sem ég treysti. Fólk sem ég deildi leyndarmálum með. Svo notuðu þau gegn mér. Og í dag, já, þið fá að heyra það bara eftir, en þola þetta hverjum einasta degi er slæmt. Ég gat ekkert farið til neins til að standa með mér. Ég átti enga vini. Sapir segja það, átti ég enga vini. Ég átti vini en ég var ekkert að segja hann frá þessu. Og það er vandamáli. Ef ég get ekki satt henni frá þessu og ég opna mér ekki, þá að lokast það inni. Og ég var hjá sálfræðing núna daginn og ég gat loksins opna mig fyrir hana. Og ég sagði henni bara alla söguna og hvað ég þurfti að þola í þessu ár og hún var bara í sjokki. Og þurfa að þola þetta hverjum degi. Ég sagði hún að það er ekki gott. Og þið fólk sem hlusta á mig núna, ég er að gera þetta fyrir ykkur. Ég er líka að gera þetta fyrir mig svo ég geti sagt mína sögu. Það er ekkert annars ég er að gera með þetta. Málið er bara að ég hef alltaf verið smeykur að tala um þetta sem ég á ekki að vera. Og að þurfa að gangi í gegnum þetta, þessu ég búið sem mörgur sem bara fyrir ekki fólk, en ég þarf að segja þetta. Gangi í gegnum þetta hverjum degi er erfitt. Og ég er ekki enn í dag, það er ég 23 ára og ég er ekki enn búinn að jafna mig. Hlutirnir breytast ekki bara. Þetta er með þér þannig að þú deyrð. Ekki nema þú nær að opna þig og tala við fólk. Þannig er mál með vexti. Svo var traðka á mér eins og ég sagði og ég á lamin og ég var lamin mörgur sinnum á dag. Skil ekki okkur. Veit ég hvað hann fekk út úr þessu, en ég leit til frænku minnar. Nefnum ekki nafn henni, kallu hana bara Kala Lili. Hún frænka minn Kala Lili. Hún hjálpaði mér. Hún kom í skólan og sagði við einstaklingin og lætur henni ekki vera að þá kem ég heim til þín og lætið hafa það. Og ég lemði. Og vondi manneskja og þurfa að ráðast á svona minnihátta mannesku. Og svo þegar skólinn byrjaði aftur, þá kom þessi einstaklingur til mín. Ekki til að beðast fyrirgetingar, heldur að spura hvað að frænka mín var ennþá á landinu. Og frænka mín, hún býr náttúrulega í Noregi og ég náttúrulega bara sagði já. Og eftir það flutti hann. Og hann drullur hættu við frænku mína. Og ef þú ert að hlusta á þetta frænka,
þá er ég alltaf þakklátur fyrir þetta. Og líka hinn frænka mín sem var líka með í þessu, sem við köllum hana, hvað er það að kalla hana, bankamanneskjan. Ég vil bara þakka ykkur fyrir að standa með mér í þessu og bara að hjálpa mér getum þetta. Það þykir mér mikið hjálp við að geta standa með mér, sko. Bara, ég elska ykkur tvö og takk. Ég hef ekki geta komist áfram í skólanum með það ekki verið ykkur að hjálpa. Ég vil líka þakka foreldrum mínum ef þeir hlusta á þetta. Takk mamma og pabbi að berjast fyrir mér. Ég hafði ekki getað klárað grunnskólan án ykkar hjálp. Og takk fyrir það, en snúm okkur aftur sögnu, veist, á því grein hérna. Tá líka einstaklingur í skólanum, svo jafnaldraði minn líka, en ekki þess að sami sem flutti burtu. Hann var vestur af þeim öllum. Ég var í afmælisboði og þetta snýrst eitthvað leikfang. Og ég held að það var dótanífur eitthvað, manna ekki. Og hann sagði, getur passað þig það skreppa heim, hann átti nefnilega heimanna rétt hjá þessu afmæli. Og þetta afmæli hjá vini mínum, sem stendur að það með mér þetta, þá kom einhver annar krakki og spurði hvort ég var að nota þetta, og náttúrulega, hann kom ekkert strax aftur, hann, ég sagði bara, já, nei, ég er ekkert að nota þetta, mátt fá þetta. Svo hann kom að segja einstaklega tilbaka og hann var eitthvað reiður og spurði hvað gerir, ég lef bara eitthvað fá hann, veist, þú varst ekki að koma aftur. Það stökk hann upp í loftið og landi mig niður í gangstéttina, sparkaði í mig og allt. Og ég lá þarna í blóðinu, hann hljóp í burtu. Og afmælisbarnið sem átti afmæli, hann kom og hjálpaði mér inn og þreif blóðið. Svo náttúrulega hringdi mömmu mín og hún kom alveg brjáluð og ég vildi ekkert vera að tala um þetta. En foreldrar afmælisbarnið, þau fóru heim til stráksins, hann átti heimur annar rétt hjá, en hann neitaði að koma. Hann flúði og hvað með það, hann baðst ekki fyrirgefningar, hlustið vel fólk, hann baðst ekki fyrirgefningar fyrir en eftir 3 ár. 3 ár eftir þetta skeiði. Hann baðst beinlust ekki afsökunar, en ég held að meinti þetta ekki. Ég held að hann drullu saman mig, sko, afsökja óbreið, en þetta bara það. Hann var svo mikið vitleysingur. Og þetta atvik gleymi ég aldrei. Að liggja þarna gangstéttinni eins og þvara. Ég hef aldrei getað jafnað mig eftir þetta og er enn að reyna að jafna mig eftir þetta. Og í dag þá á ég erfitt með að treysta fólki. Ég á erfitt með að treysta fólki að þegar ég veit ekki hvað fólki get treyst og hvernig ég get leita til. Og þetta er bara erfitt. Þetta er erfitt. Erfitt líf. Erfiða minningar og ég held að ég losna aldrei við þessar minningar. Því miður. Þetta er eitthvað sem ég veit ekki. En til fólks þá vil ég segja ekki gera svo ég. Ekki loka þessu inni hjá ykkur.
Ekki halda þessu leyndu við foreldrar ykkar. Talið við þau. Segðu frá þessu. Ég fór náttúrulega þrisvar til sálfræðings. Og ég talaði mínar reynslu og allt sko. Þá náttúrulega í grunnskóla. En eins og sagði ekki halda þessu leyndu við foreldrar ykkar. Tala við foreldra, tala við ömmu og afa, vini, frænku, frænda. Bara eitthvað. Kannski ekki ókunnan mann en eitthvað í ættin ykkar eða nánu vinur eða samstarfsmaður og segjum frá þessu. Hlutinni gerast ekki bara á sjálfum sér. Þú verður að reyna að opna þig eins og ég. Og þér liði betur ef þú segir frá þessu og þú opna þig meira. Annars gerist ekki neitt. Ég talaði við mína foreldra á hverju degi, hverju kvöldu og gréti að ég vildi ekki vera í skólan eins og ég sagði áðan. Af því að ég þoldi þetta ekki. Ekki gera sömu mistök og ég. Og guðanum bænum ekki taka mark á því að fólk segir þú verður ekkert. Það verður ekkert úr þér. Út aumingi. Ekki hlusta á þannig fólk. Ég bið ykkur ekki. Þið græði ekkert á því og örlæti ekki láta neitt segja að þið geti ekki neitt og draumarnir eitthvað geti ekki ræst. Mínir draumar rætast. Mínir draumar eru búin að rætast. Ég tók á þessu sjálfur. Ég tók á þessum eineltispúkum. Ég gerði eitthvað. Svo þegar ég gerði eitthvað, þá komu kennararnir inn. Eftir 10 ár komu kennararnir inn. Og sögðu, ekki gera þetta. Ég skal taka á þá og tala við þá. Eftir 10 ár. Það tóku 10 ár til að gera þetta. Ekki láta einhvern annan taka á þessu. Ef þið eru lögð í einelti. Ef þið eru lögð í einelti og er búið að vera lengi en 10 ár eða meir en 2 ár, talið við eitthvað og segja frá þessu. Eða ef þið gerir ekki neitt, gerir þið það þá. Ég vona að ykkur finnst þetta gaman og fræðandi og ég heyri ykkur næst. Bye! Þú varst að hlusta á Innri hug íþróttarinnar með M. Steinar. Ég vil þakka ykkur fyrir að hafa hlusta á þáttinn í dag og vona að ég heyri frá ykkur. Ef þið vil hafa samband við mig eða láta eitthvað koma fram í þáttunum hjá mér, þá endilega megi alveg senda á mér tölvupóst. Netfangið er innrihugíþróttarinnar@gmail.com eða á Instagram og þar heiti ég innrihugíþróttarinnar og við bara heyrjumst næst og enn og aftur takk fyrir að hlusta á þáttinn í dag og bye bye.